Hjá mér sestur Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra í nýrri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Bjartri framtíð. Velkomin Bjarni. Takk. Við byrja aðeins á þessu skýrslumáli. Það var svona tvær skýrslur sem að koma út núna nýlega og stjórnarandstaðan hefur kvartað svolítið yfir því að hafa ekki fengið þessar skýrslur í aðdraganda kosningana. Það annars vegar skýrsla leiðréttinguna, hvernig hún dreifðist á tekjuhópa og hins vegar síðan skýrsla eignir Íslendinga á aflandsvæðum. Þessar skýrslur voru báðar tilbúnar fyrir kosningar en komu þó ekki fram fyrir nú nýlega. Hvernig skýrirðu þennan drátt á þessari birtingu? Já, þetta eru eins og þú segir tvær ólíkar skýrslur. Aflandsskýrslan, ég hef sagt með hana að hún var tekin saman að mínu frumkvæði. Ég boðaði það í þinginu að það væri nauðsynlegt til þess að undirbyggja betri umræðu þessi mál, umfang þessara mála og til þess að kafa betur ofan í það, hvort það væru breytingar sem við þurftum að gera, annaðhvort í eftirlitskerfunum hjá okkur, nú eða í lagaumhverfinu. Þá þurfti ég að fara nánar ofan í saumana á þessum málum og ég hafði vonast þess að við gætum tekið umræðu þessa skýrslu í þinginu og óskaði eftir því þess vegna að skýrslan yrði að skýrsluhöfundar myndi ljúka sinni vinnu síðsumars. Það urðu síðan ákveðnar tafir, svo eru bara hlutirnir einfaldlega á svo mikli hreyfingu þarna síðustu dagana fyrir kosningar, síðustu vikurnar fyrir kosningar að ég eiginlega renn út á tíma og með að koma málunum fyrir þingið. En í þessari umræðu þá látið að því liggja að það hafi átt að koma ríkisstjórnarflokkunum eftir atvikum mér sem fjármálaráðherra eitthvað vel að þessi skýrsla kem ekki fram. Og þá spyr ég bara, hvaða atriði eru það í þessari skýrslu sem að hefðu komið sér illa fyrir ríkisstjórnina, fyrir mig sem fjármálaráðherra, eða með einhverjum hætti verið mikilvægar til þess að skerpa línur fyrir kosningar. Sú umræða hefur aldrei farið fram. Ég bara kalla eftir því vegna þess að gerðum við skoða efnisatriði skýrslunar að þá gerir þessi skýrsla í sjálfu sér ekki annað heldur en að kalla á fleiri skýrslur, frekari skoðun. Hún upplýsir mikinn gagnaskort og menn eru að reyna að slá á umfang þessara mála og það liggur á hundruðum milljarða bilið sem að menn eru að geta sér til varðandi umfangið. En hún samt sem áður setur hlutina í ákveðið samhengi, hún sýnir manni hvar brotalamirnar eru og eins og við segir, hvar þarf að kalla eftir frekari upplýsingum og hefði ekki verið skynsamlegra fyrir kosningarnar að hafa þessa skýrslu til umræðu, frekar heldur en að taka þessa umræðu í upprópunustíl eins og þú sjálfur talaði að hafa verið gert með skiltabirtingum og... Jú, enda hef ég sagt það. Ég hef sagt það hér við Ríkisútvarpið að svona eftir á að hyggja hefði verið best að bara dembenni beint inn í þingið. En það sem ég er að gera athugasemdir við þegar látið að því liggja að það hafi verið einhver ávinningur af því fyrir mig eða ríkisstjórnina að skýrslan var ekki í umræðunni. Vegna þess að ef menn skoða skýrsluna, sem að allt og fáir hafa gert með umræðuna, að þá sjá menn að það ekkert í þessari skýrslu sem að gera annað heldur en að setja hlutina svona aðeins betur í rétt samhengi. Ég nefni sem dæmi, þegar við erum að tala umfang þessara mála, þá þreifst í þinginu umræðum það að heildarskattsvik á ári væru 80 milljarðar og ég man eftir því að Katrín Jakobsdóttir velti upp þeirri spurningu við mig sem fjármálaráðherra hversu hátt hlutfall af þessum 80 milljörðum gætu verið vegna aflandsmálana og það fór ekkert á milli mála hjá þeim sem voru að fylgjast með að það var látið að því liggja að verulegur hluti af þessum 80 milljörðum sem ríkisskattstjóri hefur talað væri vegna þessara mála. Þess vegna væri þetta svona brýnt og mikilvægt. Skýrslan sýnir að þetta á bilinu, við skulum segja 3 til 6 milljarðar á ári, mögulega, á þessu langa 25 ára tímabili. Og þá situr eftir önnur spurning, Fanney, sem þessi. Hvað með þessa 75 milljarða sem að ríkisskattstjóri hefur þá bent á að liggja annars staðar og hvers vegna ekki meiri umræða á borð við þá sem fjármálaráðherra núverandi að reyna að setja á stað það hvernig við getum tekið með öðrum hætti á þeim hluta vandans, hvort sem að menn gera það með því að þrengja að notkun reiðufjár eða með öðrum hætti. Sko, það verður að fá alvöru efnislega umræðu þessi mál. Til þess var skýrslan. Og mér finnst bara algjörlega að hafa mistekist hjá þeim sem hafa reynt að halda því fram að einhverju hafi verið leynt fyrir fólki
að sýna fram á hvað var það sem var verið að halda leyndu. En þetta, ég held að fólk geta alveg ímyndað sér það að einhver mistök hafi verið gerð eða tímaleysi hafi orsakað það að ein skýrsla kæmi ekki fram fyrir kosningar. En þetta eru 2 skýrslur og þú getur að skilja það þegar fólki finnst þetta kannski ekki góð vinnubrögð og kannski einhvers konar pólitísk klækjabrögð. Já. Skoðum þá bara það hvað fjármálaráðuneytið í minni tíð var að afkasta af svörum. Ég held að það séu fádæmi kjörtímabil þar sem að fleiri svör hafa skilað sér til þingsins en í minni ráðherratíð. Ég er ekki með nákvæmar tölur en ég held að það liggi einhvers í kringum 8-10 skrifleg svör frá mínu ráðuneyti til þingsins út af ýmsum málum. Fyrir utan allar sérstöku umræðurnar en fjármálaráðherrann þegar ég var fjármálaráðherra þá var engin ráðherra sem var oftar í sérstakri umræðu í þinginu. En þetta er náttúrulega ekki einhver mál, fyrirgefðu. Þetta er annars vegar leiðréttingin sem var stærsta mál ríkisstjórnarinnar. Mér langar endilega að tala um leiðréttinguna nefnilega. Það er ekki gott hversu langan tíma tók að bregðast við þessari fyrirspurn. Fyrir mér þá hefði þetta í raun og veru ekki átt. Mér finnst óskiljanlegt að þetta hefði tekið mikið meira heldur en 3 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Mér bara þykir leitt að það skyldi hafa dregist. En að halda því fram að ég hafi haft einhvern sérstakann ávinning af því að kom ég veg fyrir að umræða leiðréttinguna ætti sér stað í aðdraganda kosninga. Þessu er einmitt öfugt farið. Þessi fyrirspurn, hún sem sagt datt niður dauð við kosningarnar vegna þess að menn þurfa að endurnýja fyrirspurnir til ráðherra. En fjármálaráðuneytið gerir rétt með því að birta svarið enga síður þá bara í skýrsluformi. Þarna er verið að svara því hvernig áhrif leiðréttingarinnar koma við allar tekjutíundir, alveg óháð því hvort að fólk var með lán sem þurfti að leiðrétta eða ekki. Og menn velta sér mikið fyrir þessu og segja, já þarna koma nýjar upplýsingar í ljós. Fyrir hvern eru það nýjar upplýsingar að leiðréttingin sem henni var miðað að skuldsettum heimilum með verðtryggð lán, að hún hafi ekki skilað sér til þeirra sem engin slík lán höfðu? Eru þetta nýjar upplýsingar? Hvar er viðleitni þeirra sem hafa viljað setja þessa umræðu á stað til þess að gera sambærilega skoðun á því hvernig segjum vaxtabætur og sérstaka vaxtabætur komu til heimila með engar skuldir? Auðvitað skila sér ekki ein einasta króna af þeim 18 milljörðum sem voru settir í vaxtabætur og sérstaka vaxtabætur 2011 og 12 í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur til tekjulægstu tíundina, ekki ein einasta króna, ekki frekar heldur en að barnabætur skila sér til barnlausra hjóna. Þetta er auðvitað algjör dellu umræða að láta sem svo að það séu einhverja fréttir í því að fólk með engar eignir, engar fasteignir sem sagt, að það skuli ekki hafa fengið leiðréttingu. Þetta er algjört rugl og ég skil bara ekki að það sé ekki meira viðnám við þessari umræðu raun og veru í almennri umfjöllun þessi mál. Í ríkisstjórnartíð Jóhönnu Sigurðardóttur voru 210 milljarðar teknir af heimilunum með dómstóla-niðurstöðum og með 110% leiðinni. Í 110% leiðinni var meðal niðurfærslan svona eitthvað 7 milljónir. Í þessari aðgerð okkar 1 milljarður. En stóri munurinn er sá að við fjármögnuðum þessa aðgerð. Við fjármögnuðum hana með því að skattleggja slitabúin. Upp á 40 milljarðar tæpa ásamt með fjármálakerfinu að öðru leyti. Já, fjármagn sem að hefði náttúrulega geta komið inn í samneysluna en er þarna notuð til þess að niðurgreiða lán og mestmegnis hjá þeim sem að eiga mest. Þannig að þú getur alveg sagt að þetta hefði ekki alveg geta komið sér vel fyrir því í umræðinni en það eru líka þeir sem að horfa á þetta þannig að þetta sé ekkit endilega hið besta mál og ekki skynsamleg nýting á almannafé. Þetta var ekki félagsleg jöfnunaraðgerð. Leiðréttingin var aðgerð sem var henni var beint að efnahagslegum vanda sem við Íslendingar höfum við að etja sem að lýsti sér í því að íslensk heimili voru hann allt of skuldsett. Við höfum náð meiri árangri í að leiðrétta þá stöðu heldur en allar Norðurlandaþjóðirnar. Við höfum náð miklu meiri árangri. Svo skulum við spyrja, hvað höfum við verið að gera til þess að auka félagslegt réttlæti í þessu landi? Hvað höfum við verið að gera til þess að styðja til dæmis almannatryggingakerfið og annað þess háttar? Og það verða ekki fundin önnur 4 ár eins og þau sem að nú síðast eru liðin, þar sem að fjármagn til almannatryggingakerfisins hefur verið aukið jafn mikið og kaupmáttur bóta hefur vaxið jafn hratt eins og í tíð síðustu ríkisstjórnar. Þannig að ef menn vilja tala félagslegar aðgerðir við mig og setja leiðréttingunni í eitthvað samhengi við það, þá bara endilega vegna þess að við höfum stórbætt réttindi í almannatryggingakerfinu á sama tíma og við gerum þetta og við héldum ríkissjóði hallalausum allan tíman. Það sem ég er að reyna að segja hérna er það að
ég fagna umræðu hvort tveggja þessara mála, leiðréttinguna eða aðgerðir stjórnvalda til að berjast gegn skattundanskotum á aflandsvæðum, enda kemur það í ljós í skýrslunni að það ekkert sérstakt sem er bent á að við höfum látið undir höfuð leggjast að gera. Þvert á móti í raun og veru verið að segja að það nú þegar búið að gera ýmislegt og meðal annars vorum við að gera það núna á sumarmánuðum í þinginu. Já. Eitt svona í lokin á þessu skýrslu umræðu og það í varðandi þessa skýrslu eignir á Íslendinga á aflandssvæðum. Í Kastljósi í vikunni sagði Benedikt Jóhannesson, eftirmaður þinn í stóli fjármálaráðherra, að hann telji að það vantað pólitískan baráttumann í fjármálaráðuneytið fyrir því að berjast gegn aflandsundanskotum og svarta hagkerfinu. Þetta ekki frekar fast skotið hjá honum á þig og jafnvel ráðherra Sjálfstæðisflokksins í þessu ráðuneyti sem að hafa mest megnis farið með það síðustu áratugina? Ég skal ekki segja hvernig á að túlka nákvæmlega þessu orð, en það má kannski segja að þessi mál hefðu mátt vera ofar í forgangsröðuninni. Við sjáum það eftir á að bankarnir íslensku, þeir voru á heimsvísu í fararbroddi við að koma fjármunum inn í þetta félagafyrirkomulag. Það var alls ekki ávallt í andstöðu við íslensk lög, en það hefði þurft að vera Íslensk lög jafnvel bara gerðu þeim þetta auðveldara fyrir með... Já, en við höfum líka verið að gera breytingar á undanförnum árum eins og með CFC-löggjöfinni sem að í raun og veru tekur af allan ávinninginn af því að koma fjármagnið þarna að misskosti í skattalegu samhengi. Þá allur ávinningurinn tekinn tilbaka nokkurn veginn. En það sem ég vildi kannski segja að það sem við horfum á eftir að við höfum fengið þessa nýju skýrslu sem kallar svo sem á frekari skoðanir að við erum ekki að fást við sama vandamálið í dag eins og við sáum fyrir hrun. Það alveg augljóst. Umfangi allt annað og annars eðlis. Varðandi það hvort að þetta mál hafi fengið nægilega mikla málafylgi á undanförnum árum, þá bara bendi ég á það. Ég var fyrsti ráðherrann sem að keypti gögn af huldumönnum, lagði það til í ríkisstjórn og við fengum fjárveitingu frá Alþingi til þess að uppræta og það hefur skilað sér í endurálagningum upp á 100 milljóna, þó ekki nema 100 milljóna í allri þessari milljarða umræðu og eflaust á margt eftir að koma fram í frekari rannsóknum þar. Ég hef sömuleiðis verið í fararbroddi fyrir því að spyrja, þó ég hef aldrei lagt það til við Alþingi. Ég lagði það inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Eigum við að fara sömu leiðir eins og Norðurlöndin að gefa mönnum tækifæri til að gera hreint fyrir sínum dyrum gegn því að borga sérstakt álag, sérstakt viðbótarálag en vera lausur undan refsingunni. Þannig að ég hef nú lagt ýmislegt á mig fyrir utan það að skrifa undir staðla OECD og Ísland hefur undanförnum árum verið að gera upplýsingaskiptasamninga. Þannig að í dag að minnsta kosti, ef að spurt hvað Ísland að gera til þess að uppræta og koma í veg fyrir að maður geti nýtt sér skattaskjólin og það borið saman við það sem önnur ríki að gera, þá held ég að við getum alveg tvímælalaust sagt að við séum meðal þeirra þjóða sem að gera hvað mest. Förum aðeins í aðra sálma. Þetta byrjar erfilega hjá ríkisstjórninni. Það sjómannaverkfall og það hefur staðið yfir núna í margar vikur. Einhverjir í þínum flokki hafa verið að kalla eftir aðkomu stjórnvalda að þessu með einhverjum hætti, óljósum hætti meira að segja, svona kannski ekki skýra tillögur hvað á að gera. Kemur til greina að þinni hálfu og ríkisstjórnarinnar að stíga inn í þetta annarkvort með lagasetningu eða þá með einhverjum breytingum á skattalögum? Það ekki uppi svo krafa af hálfu þessara deiluaðila að ríkið einhvern veginn höggvi á hnútinn með aðkomu sinni. Bara sú krafa hefur ekki verið að berast til mín. Þau atriði sem deilt eru annars eðlis og varða þetta hlutaskipta fyrirkomulag og þar sýnist mér að deilan sé í miklum hnút og sé mjög erfitt líka að stíga inn í þann ágreiningspunkt og senda hann til þriðja aðila til úrlausnar. Það sem að mér finnst að við eigum að spyrja okkur svona í ljósi þessa verkfalls sem að kemur á eftir mörgum öðrum verkfallum sem að við höfum gengið í gegnum undanfarnum árum einfaldlega það hvort að við þurfum ekki að fara að endurskoða þennan ramma vinnumarkaðarins
sem að virðist ekki hafa fram að færa neinar leiðir til þess að höggva á hnútinn þegar það stál í stál. Það þetta hrikalegt þegar við komumst á þann punkt eins og til dæmis í læknaverkfallinu að það verið að loka skurðstofum á spítölum til þess að knýja fram betri kjör fyrir lækna. Það rosaleg staða. Eða þegar börnin okkar fá ekki aðgengi að kennslu, svo vikum skiptir jafnvel mánuðum vegna þess að menn get ekki komið sér saman kaup og kjör. Og hvað hægt að gera til að breyta þessu? Og núna stöndum við fram fyrir því að ein af okkar mikilvægustu auðlindum ekki nýtt, svo mánuðum skiptir, vegna þess að menn komið sér ekki saman á vinnumarkaði það hvernig eiga að skipta hlutnum. Þetta hlýtur að vera okkur umhugsunarefni til þess að ekki bara spyrja, ætlar ríkisstjórnin ekki bara að setja lög á þetta og stoppa þennan ágreining. Heldur líka, ekki einhverjar brotalamir í vinnumarkaðsmódelinu hjá okkur, að það skuli ekki vera einhverjar útgönguleiðir þegar að menn eru komnir í öngstræti. Það er það sem ég held að við þurfum að velta upp og í því sambandi oftast talað að við gætum stóraukið vald ríkissáttasemjara, að við gætum þvingað menn til þess að þurfa að hlíta hinu almenna merki markaðarins svigrúm til launahækkana ef að menn ná ekki niðurstöðu í samningum. Þetta auðvitað mjög viðkvæmt útfærsluatriði og ég ekki að boða einhverja meiriháttar uppstokkun, en þetta í raun og veru kjarni þess samtals sem hefur verið í gangi undanfarin ár undir merkjum SALEK á milli almenna opinbera markaðarins og stjórnvalda. Og því miður dálítið frost í því samtali núna, en það hefur allt saman miðað að því að við færum okkur nær svona norræna módelinu og myndum þróa og þroska leiðir til þess að komast út úr svona öngstræti. Þannig að svarið mitt ennþá þetta. Við erum ekki að íhuga að grípa inn í þessa deilu. Við viljum allt gera til að hjálpa til. En eins og sakir. Kemur til greina að breyta, taka jafnvel upp sjómannaafsláttinn aftur? Nei, við höfum ekki viljað opna á það og það hefur verið mjög skýr lína af minni hálfu bæði sem fjármálaráðherra og að því marki sem reynt hefur á í þessu verkfalli að við erum ekki að fara að tala sjómannaafslátt að nýju. Þú tekur við embætti forsætisráðherra í mjög svona merkilegu alþjóðlegu pólitísku ástandi. Núna hefur verið kjörinn nýr forseti í Bandaríkjunum og hann fer svona nokkuð hratt á stað og Bretar að fara að yfirgefa Evrópusambandið. Það mikill uppgangur svona þjóðernisafla víðsvegar heiminn, mikið í Evrópu meira að segja. Hefur þú áhyggjur af þessari stöðu í svona alþjóðlegum stjórnmálum? Já og nei. Mér finnst það vera áhyggjuefni hvernig svona ímynd Bandaríkjanna akkúrat í augnablikinu og ég nú ekki viss að það sé allt alveg sanngjarnt sem að sagt í þeirri umræðu. Við sjáum til dæmis forsíður þessara stóru blaða víðsvegar Evrópu núna þessa dagana. Líkja Trump við hrottalegustu morðingja innan raða ISIS. Með ákveðni myndlíkingu, mér finnst nú vera of langt gengið víða. Það sem var sláandi varðandi þessa tilskipun forsetans var að hann var að bann við að einstaklingar frá ákveðnum löndum kæmust til Bandaríkjanna. Já, það var, en þetta auðvitað tilskipun sem í mörgum liðum og einn liðurinn sá að stórdraga almennt úr komu flóttamanna til Bandaríkjanna. Það nú ekki beint í anda þess sem að Evrópuríkin hafa verið að gera. Þau hafa verið að reyna að finna lausn á því hvernig væri hægt að taka við þessum mikla straumi og við höfum reynt að leggja okkar af mörkum, bæði með því að senda fjármagn út og taka við fólki hingað heim. Bandaríkjaforseti leggur blátt bann við flóttamönnum frá Sýrlandi, sem nýtt, sem býsna afdrifarík ákvörðun. Og svo verið að taka til endurskoðunar þessi skilyrði fyrir því að menn komum til Bandaríkjanna. Og svo afturkallaði hann vegabréfaáritanir sem voru allar í gildi og það atriðum sem málið virtist hafa fallið á fyrir dómstólum. Að það væri bara hægt að afturkalla ívilnandi ákvörðun eins og vegabréfsáritun án nokkurra skoðunar. Þannig að mér finnst að málið verður að þola einhverja efnislega umræðu
nákvæmlega hvað hann að gera í þessum innflytjendamálum og það sem ég hef sagt að það sem að slær mann eru einmitt þessi atriði sem að dómstóllinn að fetta fingur út í að það virðist vera að menn séu bara að flokka fólk eftir trúarbrögðum. Hann hafnar því auðvitað en þannig blasir þetta við manni. Og þá bent á það til dæmis að þetta sé nú bara sami listinn og ríkisstjórn Obama hafi áður tekið saman, þar að segja. Þetta eru nákvæmlega þau 7 ríki, þar sem að sérstök ástæður til þess að hafa varan á sér við komu fólks þaðan. Þannig að ég hef áhyggjur af þessari spennu sem að þessar ákvarðanir hans hafa valdið, en mér finnst ekkert af því í sjálfu sér að það komi fram á sjónarsvið af og til einstaklingar sem eru ekki alveg steyptir úr sama mótinu og allir fyrirrennarar, þar að segja hafa allan sinn æviferil verið þáttakendur í stjórnmálalegri starfsemi og svo framvegis. Þarna kemur maður sem á þessum aldri í fyrsta sinn að stíga fyrir alvöru inn á vettvang stjórnmálanna og mörg af hans vinnubrögðum og það hvernig hann tjáir sig við fjölmiðla bera þess merki. Hann ekki með diplómatísku forseti. Mér finnst allt of snemmt hins vegar að vera fella þessa stóru dóma sem eru gerðir hans forseta stefnu. Já, þú sendir honum heillaóskir þegar hann var settur í embætti og áréttaðir vinasamband þjóðanna sem að grundvallast á sameiginlegum gildum, mannréttindum og lýðræði. Heldur þú að ef hann heldur áfram á þessari braut, þar sem hann kannski ekki endilega að virða gangur réttarríkisins og fótum tróða mannréttindi ákveðinna hópa, getur hrygt eitthvað í samstarfi Íslendinga við Bandaríkjana sem nú töluvert til dæmis í gegnum NATO? Ef til þess kæmi að Bandaríkin ætluðu að fara að segja sig frá alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem þau hafa nú svona frekar verið hvetjandi til þess að fá ríki heims til að staðfesta og undirritja. Hinga til, já, að ef til þess kæmi, auðvitað myndum við taka það upp við menn og það kynni að hafa einhverjar afleiðingar, en við erum bara ekkert á þeim stað núna, finnst mér. Við höfum komið okkar athugasemdum á framfæri og við skulum sjá hvernig úr þessum hlutum spilast. Það má ekki gera lítið úr því að hluta til þá verið að setja tímabundið bann í Bandaríkjunum. Ég hef sjálfur sér tjáð mig það að mér líkaði ekki þessi tónn sem að fylgdi þessari tilskipun, en ég held hins vegar að það sé allt of snemmt að fara að segja til það að þetta fari að hafa einhver áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna. Það held ég að sé alls ekki. Við eigum að leggja kapp á að halda talsambandi og efla tengslin í öllu sviði, ekki bara stjórnmálalegu sviði, heldur í viðskiptum og í menningarlífi og í menntamálum og víðar. Það voru tækifæri til þess að þétta samstarfið. Og það líka rétt sem að þú bendir á að það víðar órói eins og til dæmis í Evrópu. Og það eru bara einfaldlega að verða svo gríðarlega breytingar í heiminum á næstu 15 árum. Mér finnst að það sé kannski dálítið vanmetið í almennri umræðu. Hversu mikla breytingar eru að verða samkvæmt öllum spám í Asíu til dæmis, þegar það að koma þar 100 milljóna og milljarðar manna upp í millistéttina sem að fara að tvöfaldast á næstu 15 árum. Þetta að fara að breyta heimsmyndinni mjög verulega, viðskiptum og því við hvern menn vilja bera sig saman þegar að spurt hvernig hefur það. Já. Komumst ekki með þetta lengra. Takk fyrir komuna, Bjarni Benediktsson. Já, takk fyrir mig. Þættinum lokið í dag. Við verðum hérna aftur að vikuleiðinni.